Góðan daginn. Hér erum við mætt til Berlínar. Við, þá á ég náttúrulega við og við. Og ég er búinn að gera það fyrsta sem maður þarf að gera í útlöndum, sem er að fá mér klippingu. Við erum komin á fyrsta stað dagsins, ferðarinnar. Það er Checkpoint Charlie. Það er þar sem Bandaríkin mættu Sovétríkjunum hér í Berlín. Meira veit ég ekki. Við erum ekki að fara að borða KFC, sko. Emir! Jæja, þá erum við strákarnir mættir á kaffihús og mamma líka og erum að drekka tvöfaldan cappuccino sem er bara mjög næs af því að við vorum vakandi til klukkan 2 í gær en við sváum samt til 11, þannig að þetta er allt í lagi. Við ætlum bara að taka þér rólega hérna fyrsta daginn í Berlín og þessi ferð er nú með það í huga að athuga hvort að Berlín sé góð borg eða ekki, hvort að Evrópa sé hnignandi heimsálfa eða ekki, hvort að Þýskaland sem 3. eða 4. stærsta hagkerfi heims í heimi sé bara skuggi, beinagrind af glæstri fortíð eða hvort að þetta sé allt falsfréttir. Við munum komast að því og fleiru. Fylgistu með. Eitt sem maður tekur strax eftir í Berlín, það er mjög módernískur en samt líka klassískur byggingastíll og hönnunin er mjög svona, ekki eins og ég sé einhver krítiker á arkitektúr, ég veit náttúrulega ekki þetta en þetta er allt mjög svona stílhreint og fínt, Ég er svolítið gaman að því, Þetta er ekki eins og þegar við vorum í Taívan, þá var náttúrulega allt svona mikið kaos, alls konar hlutir í gangi. Hér er þetta miklu meira stílhreinna og svona svolítið kassalaga, en næs. Jæja, við erum hérna við Brandenburger hliðið og þinghúsið þýska. Það er nokkrir hlutir sem ég hef tekið eftir. Það er hérna slatti af einhverjum rússneskum byggingum hérna. Við sjáum höfuðstöðvar Aeroflot. Við sáum rússneskan skóla og rússneska konsúlinn held ég. Ég er náttúrulega fullt af sendiráðum hérna á þessu svæði. Búin að sjá ameríska sendiráðið, breska og franska. Hvað meira?
ekkert meira kannski, ég veit það ekki. Þetta svona so far so good sko, myndi ég segja. Hitastigið 1 til 4 gráður, svolítið kaldur vindur. En við ætlum að fara að fá okkur hádegismat enda klukkan að verða 4. Ja. 1時間 Já.じゃあ2時間じゃないわ Sigrún, hvernig Berlín? Bara gaman Hvar ertu núna? Við erum komin með japanska veitingastaði heitir Ishin Hvað pantaðirðu? Take menu sushi og líka natto Vá. og onigiri fyrir Emil og svo sveppi miso-súpa Mjög gott. og svo meira nei Þarftu ekki að segja allt sko. Tekka sakkedon Ok. og svo líka Asahi Ankring Bjór Takk fyrir mig Emil! Emi-san.匂いでわかるでしょ。あー。口開けないよ。匂いでわかるでしょ。取ってあげるか? Nej, bara mjög gott. Já, gott fólk. Við erum hérna feðgarnir. Emil sofandi og það dagur 3 í Berlín. Ég hef ekki talað við ykkur síðan við borðum sushi í gær og eftir það erum við búin að borða 2 aðra asíska rétti. Við fórum á víetnamskan veitingastað í gærkvöldi og síðan fórum við á tælenskan stað núna í hádeginu og fyrst að við erum búin að fara þrisvar að borða asískt þá ætlum við að fara að borða þýskt í kvöld hvað sem það nú verður snitsel, einhver wurst pilsa og með því sko, eitt sem ég teki eftir hérna í Berlín eða tvennt, númer 1
hún er óhreinni en til dæmis Reykjavík, og Reykjavík er ekki hreinasta borg í heimi. En númer 2, þá er það að það er allir mjög kurteisir. Þannig að þú veist, ég myndi segja so far, sehr good. Þetta byrja mjög vel og það kemur á mikið óvart hvað allir eru kurteisir. Fólk er mjög almennilegt og allir vilja hjálpa og allir halda náttúrulega að ég sé þýskur og að sérin sé frá Tyrklandi. En það þýðir að þau tala bara við okkur á þýsku og við reynum bara að gera okkar besta. Danke schön. En þetta er bara mjög flott sko. Borgin er flott og skemmtileg og ég hef ekki tekið eftir neinu sem bendir til þess að Þýskaland sé í hnignun, þannig séð. Það er náttúrulega mikil fjölmenning hérna, en mér sýnist hún bara hafa tekist nokkuð vel. Það tala allir þýsku hérna, fólk er hér bara, kemur úr öllum heimshornum og þetta er mjög svona alþjóðleg borg. Maturinn líka, sko, þannig að þú veist, ég veit ekki, eins og ég segi, þetta byrjar bara vel. En það er helmingur eftir, þannig að við sjáum hvað setur. Pulla maður. Svakalega gott. Gott. Sehr gut. Gott stuff. Já. Hei. Ski? Emir. Gott. Jæja. Það er krepp. Hvad er det? Yes up. Emil, segðu eitthvað. Hæ Emil, smakka. Jæja, þá erum við aðeins að slaka á áður en við höldum áfram með daginn. Við erum að fara að kaupa útivistarföt næst og síðan ætlum við að fara á þýskan veitingastað og smakka þýskan mat. Nú, það eru 2 dagar þangað til að ég byrja áramótaheitið mitt 1 ár í Nobnam. Þau vita sem vita. En því ber að fagna með því að fá sér berlínskan Indian Pale Ale. Skál. Nei, ertu ruglaður? Nei. Já, mjög góður. Klappa. Yay! Er ég blurraður? Nei, ég held ekki. Jæja, gott fólk, þá er ég búinn að kaupa útivistarbúnað fyrir 25.000 kall.
Allt klárt, nú förum við í mólið hérna. Þar eru Sherin og Emir að versla föt. Ég man ekki hvað þetta heitir. Sjónvarpsturnin í Berlín, er þetta eitthvað þannig? Mögulega, sko, það er náttúrulega ruglað að vera hérna í Berlín og vera bara að versla og bara labba göturnar og allt fínt og gleyma að gefa því gaum að hér fyrir nokkrum áratugum voru náttúrulega hellaðir hlutir í gangi. Þú veist, bæði kalda stríðið og seinni heimsstyrjöldin, þú veist. Hér bjó Hitler, til dæmis. Eða var hér allavega. Hér var borginni skipt í tvennt, þú veist, og hérna FSB og fleiri félagar, CIA og MI6 og frakkarnir líka voru hér. Þú veist, Sovétmenn stjórnuðu helming borgarinnar. Þetta er náttúrulega mjög sögufrægar slóðir hér og það er svolítið svona, maður fattar það ekki alveg sko, maður þarf svolítið að pæla í því, maður þarf svolítið að sækja það. En einhvað síður. Merkileg borg og merkilegur staður. Einmitt það. Einmitt það. Jæja, við erum komin á hefðbundinn þýskan veitingastað. Ég er búinn að panta hnefa af svíni. Sherin er búinn að panta svínasnitsel. Við erum búinn að panta 2 bjóra og gúlasch, súpu og pulsur fyrir Emir. Hvernig líst þér á? Gaman. Gaman? Er gaman í Berlín? Ég er gaman í Berlín. Jæja. Kampai Schlost. Nei. Prost. Prost? Oder nein? Prost. 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 Es wird schon werden, mein Bruder wird schon sehen, meine Mutter und mein Vater, das seid zwar nette Leid, gibt's irgendwas zum Feiern, da seien die zwar dabei, meine Mutter und mein Vater, die zwar die seiner Hit, sie singen und sie tanzen. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hér eru menn ferskir, það er eins og smá kvef í gangi, það er allt í lagi. Ég fór í saununa í gær, sánuna, 25 mínútur. Tók gott session þar í gærkvöldi og svaf þess vegna mjög vel. Þetta er þriðji, nei, þetta er 4. dagurinn í Berlín og síðasti dagurinn og það er nú ekkert mikið sem eigum eftir að gera sko. Við erum búin að borða 3 mismunandi tegundir af asískum mat. Við erum búin að borða þýskan mat sem var mjög góður. Býttu nú við, hvað er verið að gera þarna? Emil minn, ekki fara í klósettburstun. Hérna, sérðu? Sérðu? Búin að borða þýskan mat. Ég borðaði hnúa af grís, það var mjög gott. Í dag er tvennt sem við þurfum að gera. Það er númer 1 er að kaupa vintage jakka. Byrjuðum á því í gær og það bara byrjaði mjög vel en við þurfum að finna rétta jakkan fyrir mig. Og svo er ég að fara á rave í kvöld, takk fyrir. Frá klukkan 10 til 7. Það ætla ekki að vera allan tíman kannski. En þetta er í einhverjum gömlu kastara. Og ég skal sko taka myndavélarna með og sýna ykkur hvað er að frétta á reifi í Berlín.
labba hérna í átt að turninum góða, sjónvarpsturninum eða hvað hann heitir, og þar eru fjölmargar vintage fatabúðir. Markmiðið er að kaupa jakka, kannski ból, mögulega bindi líka og skyrtu, þú veist, ef hún finnst. Það verður ekki annað sagt en að það séu margar flottar byggingar í Berlín. Þetta er alltaf sögufrægt eins og kom fram í gær. Og hér bara á þessu svæði er hver á fætur annarri. Flott bygging eftir flotta byggingu. Óperuhúsið, Dómkirkjan, alls konar mjög flottar byggingar og flottur byggingastíll. Þó að maður viti náttúrulega ekkert hann, sko. Hvað finnst þér arkitektúrinn? Mjög gaman. Er Mjög gaman. þetta gotneskur stíll? Já. Já. Gott. Ég hélt það líka. Skål. Gambi. 이거 가もともと一新だったんじゃない?これちょっとあげるから. Hi, Emir. Sirin, ertu aftur komin á japanskan veitingastað? Bara fyrst tíma. Við erum í Berlín, sko. Hei.熱いね、ごめん。はい。Fried chicken. Yes, thank you. Do you need a small spoon for this? Oh, no, I have. Ah, okay. Thank you. Gå今. いただきます。美味しい? うまい。
Jæja, gott fólk, þetta er Kúka. Æi, strákur, þetta er Kúka. Já. Þarna. Já, gott fólk, verið velkomin til Íslands. Við erum komin heim og ég talaði nú síðast við ykkur þegar við vorum nýbúin að borða sushi á japanskum veitingastað í Berlín á degi 4 í fyrradag. Í gær var dagur 5 en það var bara ferðadagur. Við vorum ekkert að gera neitt mikið nema bara ferðast sko. Í fyrradag kvöldið fór ég síðan á rave sem var mjög skemmtilegt. Fór í rave í Kastala í útjaðri borgarinnar og ég hef ekkert farið oft á rave sko, en þetta var svona mjög skemmtilegt rave af því að sko þetta voru ekki bara einhverjir unglingar með svona neonglys hálsinn, heldur var þetta líka bara svona rótgrónir reyfarar. Það voru, þú veist, það var fólk þarna bara 55, 60, 65 ára gamalt sko. Og var greinilega bara mætt til að dansa og skemmta sér og það var ánægjulegt að sjá af því að þið veit, klúbbarnir á Íslandi þeir eru oft svo, þú veist, þeir eru oft bara, þú veist, þú ert bara að mæta til að vera blindfullur og eða til að hitta sko maka kvöldsins, þið veit, svona pikka upp eitthvað lið sko. Það eru mjög fáir sem mæta á íslenskan klúbb bara til að dansa en það er alltaf langt skemmtilegast að dansa þannig að þú veist að mæta á eitthvað rave í Berlín þá viltu bara vera að dansa sko og þetta var gott stöf, mikið af góðri tónlist. Ég var enda með suð í eyrunum svolítið lengi eftir en ég var nú ekkert mjög lengi, ég var kannski í svona 2,5 tíma og var komin heim upp á hótel klukkan 2. Til að súmmera þessa ferðaðins bara hjá okkur Ég myndi gefa Berlín 4 af 5 stjörnum. Mjög skemmtileg borg og nú horfir Emir á mig að því að hún finnst mér skrítið að ég sé að tala íslensku en ekki japansku eins og við tölum alltaf. En Berlín er mjög skemmtileg borg. Kostir mikið menningarlíf, mikið listalíf, fallegar byggingar, góð matur. Þú veist, bara þýski matur líka, bara skemmtilegt. Það er skemmtilegt að fara á svona tavern og þú veit, þýski maturinn, hann er ekkert gengið sigurgöngu heiminn, sko, eins og ítalski eða franski maturinn. En hann er bara mjög góður, sko. Fá sér eitthvað svona svínahnúa og brúna sósu og kartöflur. Það er bara gott stöf. Sauerkraut líka gott. Og síðan er það sko eitthvað númer 5. Hvað var það nú? Já, það skiptir ekki öllu máli. Já, jú, bara kurteist. Fólk er rosalega kurteist. Mjög kurteist fólk. Ok, gallarnir við Berlín. Hún er skítug. Það reykja mjög margir. Það getur verið kostur eða galli. Fyrir okkar fjölskyldu er það galli. Og þú veist, maður tók alveg eftir því þegar ég var á ferli milli 1 og 2 nótt að hún er svona alveg, hún er ekkert alveg búin að mastera þetta, sko, svona, hvað segir maður? Það er alveg glæpir í Berlín, skilur. Hún er ekki alveg búin að mastera, sko, öryggi og löggæslu og allt þetta. Ég meina, ég heyrði náttúrulega bara að á nýársnótt hafi 5 látið lífið og 400 verið handteknir og við tókum eftir í Berlín að hafa búið að brjóta verslunarglugga bara á mjög mörgum stöðum sko, bara fólk prjóna yfir sig í einhverju reiði eða gleði eða hvað það er. Þannig að Berlín er svona, hún er svolítið kaotísk sko. Títómættur, góðu? Nei, ekki maður ekki. Þetta er komið, það eru komin 5 mínútur hérna. Já, þetta er alltaf langt. Ok, sko, þetta er þetta er svona, kostar og gallar. Þú veist, Berlín bara 4 af 5 stjörnum mögulegum, frábær ferð. Takk fyrir að horfa og
fylgist með á næstu mánuðum. Ef einhver langar í eitthvað svona myndbanddót, bara hei, hérna gerðu myndband hitt og þetta. Ég er að fara að gera útilegu myndbandsþátt á næstunni, þar sem við förum í útilegu, eitthvað svona. Látið mig vita, sendið komment eða skilaboð, whatever. Og við verðum í bandi. Hlustið og heyrið og sjáumst og lifið heil og alltaf frétta. Ég er nývaknaður, það er bara þannig. Heyrðu, ok, sjáumst. Heyrðu, svo gleymi ég náttúrulega því allra mikilvægasta. Sko, rannsóknar spurning myndbandsins er Germany, Þýskaland, hnignandi stórveldi eða eru þær sögusagnir og fréttir allar sko ýktar og jafnvel falsfréttir? Þú veist, þetta er náttúrulega mjög stór spurning, sko. Ég myndi segja Þýskaland er ennþá stórveldi. Þetta er ennþá 25% af Evrópusambandinu. Hvað hagkerfis stærð varðar, stærð hagkerfisins. Og þriðja eða fjórða stærsta hagkerfi heims á pari með Japan. Þú veist, Philips, Siemens, Bosch, Benz, BMW, Volkswagen, þú veist, bara listin heldur áfram. Þýskaland er ennþá iðnaðar stórveldi og tækni stórveldi, skilurðu. Mjög áhrifamikið og áhrifaríkt, þú veist, mjög áhrifaríkt innan Evrópu og bara alþjóðlega. En er það hnignandi, þú veist, það er allavega í stöðnun, mikilli stöðnun og maður veit ekki alveg hvernig þau ætla að snúa sér út úr þessu ástandi, sko. Það er að segja, það er lækkandi fæðingartíðni eins og mörgum öðrum stöðum og þá er bara spurningin, ætlar fólk að taka innflytjendum opnum örmum og búa til einhvers konar verðmæti úr þeim? Þú veist, það er kannski skrítið að tala fólk á þann hátt, en ég meina, ok, fair enough, það er að koma fullt af ungum gaurum og gellum frá alls konar löndum inn í Þýskaland og þetta er einmitt fólkið sem gæti verið að vinna alls konar störf, en vandamálið er að þau eru kannski með almennt mjög hátt menntunarstig samanborið við aðra. Ok, þá þarf bara að leysa úr því, það er bara tækifæri, það þarf bara að leysa úr því og gera gott úr því og skapa verðmæti. Ef að Þýskalandi tekst að gera það, þá gæti það snúið þessari stöðnun við, en ef því tekst ekki að gera það og það verður meiri sundrung í samfélaginu og fleiri vandamál og í bland við það bara engin framþróun heldur bara einhver svona skriffinsku stöðnun, þá náttúrulega er Þýskaland og bara stór hluti Evrópu í slæmum málum, sko. En þetta er svona, það verður gaman að fylgjast með og ég ætla aftur til Berlínar og aftur til Þýskalands af því að þetta bara, þú veist, eins og ég segi, það sem stóð upp úr hjá mér var hvað fólk var kurteist. Auf Wiedersehen!